og þegar að við erum búin að teikna þetta inn á hvernig spólurnar tengjast saman og svo straumurinn kemur inn á L1 vegna þess að þar er jákvæð spenna í reiðbylgjunni, í þriggja-fasa spennunni og það tengist þá U-fasinn, það beint yfir á neðra vafið og ef við skoðum hvernig sjópólarnir myndast þá ef straumurinn kemur niður þá tökum við með hægri hendinni utan kjarnann á spólu og straumáttin er sýnd með fingrunum, öllum 4 fingrunum hinum, en þumallinn vísar þá á norðurpólinn. Þetta er regla þar sem við erum með rafsegull og við skilgrein straumstefna eins og fingurnir vísa og þá ef norðurpólinn á áhverfu, þá suðurpólinn á hinum endanum. Og síðan kemur straumurinn áfram á neðri spóluna og við tökum hægri hendinni utan neðri spóluna og þá vísa fingurnir í straumstefnuna sem er niður og yfir frá vinstri til hægri og þá sjáum við að þá myndast norðurpóllinn að neðanverðu. Svo að segulmiðjan allavega með bara þessa 2 segulpóla er hér. En svo erum við eftir að athuga hvernig straumurinn, hann fer inn á vaftheimur vegna þess að hann með neikvæða spennu og vaff1 er sem sagt með straum út, það er straumáttin alveg þveröfug og þá sjáum við að þar er spennan neikvæð vegna þess að það er neikvæð spenna á fasa L2 og L3 að þá er straumurinn að fara út á L2 og L3 en hann er að fara inn á L1 vegna þess að þar er jákvæð spenna. Við skoðum aftur þessa sem L1 það var U og það var jákvæð spenna, þá fer straumurinn inn þar en af því að L2 hann er á sama tíma neikvæð spenna og þá fer straumurinn í hina áttina. Þá fer straumurinn út frá vaff1 og síðan L3 það er líka neikvæð spenna hér á tímabili A eða augnabliki A að þá erum við að fá strauminn út á 2,1 sem við sjáum þá er strauminn að fara út á 2,1 og við þetta þá myndast segulpólar sem er þá ef við skoðum til dæmis 2 og þá setjum við hendina yfir vafið og merkjum einn straumstefnuna því að hún er að fara í þessa áttina þá erum við að fá norðurpólinn inn á nærleiðinni og síðan skoðum við það er spólan að neðanverðu og sem sagt spólan að ofanverðu þar erum við með norðurpólinn hér og suðurpólinn gagnstæðan. Þannig að þá fáum við suðurpól og norðurpól. Og svo erum við bara eftir að skoða vaff-fasann að spólan er þar þannig að við fáum straum, við tökum utan og það er blað. Já,
þá tökum við utanum á vaff-fasanum hérna neðanverðu, þá höldum við utanum spólurnar svona, fingurnir vísa í straumstefnuna, þannig að þurfandi lendir á norðurpólinn hérna megin. Og þá sjáum við að þetta er svona orðið miðlægt eða symmetrist, þannig að við erum með norðurpól sitt hvora megin að neðanverðu frá tvöfaldfasanum og vaff-fasanum og suðurpóla að ofanverðu á tvöfald og vaff. Þannig að þá erum við búin að sannfæra okkur um það að segulmiðjan er akkúrat hérna, liggur upp og niður og við vísum örinni upp, sem sagt, segulkraftlínurnar, þær segjum við ganga út frá norðurpólum til suðurpólsins í gegnum loftið og svo eftir járninu. Þetta er lokuð hringrás. Þannig að segulmiðjan í þessari stöðu, þegar að við erum með hérna A, hámark í spennu á L1, þá er staðan akkúrat þessi. Nú ætlum við að skoða annan stað B, á þriggja-fasa spennunni. Þá erum við komin með L2 fasan í 0 volt. Það er engin straumur þar, þannig að það hefur áhrif, þá dettur út segulsvið á fasa vaff og þá skoðum við það hérna við hliðina. Þá er í rauninni myndin alveg eins, nema við þurfum ekkert að breyta nema bara við getum þurrkað út það sem við teiknuðum inn á fyrir vaffið, vaffa sem dettur út. Og það þýðir það að segulmiðjan, hún færist til og verður þá hérna mitt á milli suðurpólana og norðurpólana. Og þannig gerist þetta. Þá erum við búin að reyna að teikna það upp fyrir okkur hvernig hverfi segulsviðið myndast í mótornum. Og þá höldum við áfram sem sagt bara með kannski bara eina mynd til að skoða hvernig þetta gerist og síðan ef við höldum áfram með jöfnu millibili í þriggja-fasa spennunni að þá færist segulmiðjan alltaf til og þannig gætum við haldið áfram alveg allan hringinn. Og þá er sem sagt þetta sem við erum að skoða hérna, þetta eru þá bara fleiri stöður teknar á þriggja-fasa spennunni til þess að sýna hvernig segulmiðjan er að færast. Og það næsta sem við skoðum þá í þessu er uppbyggingin á mótornum og þá förum við á slóðina fyrir það er hérna undir efni í eininni, þá eru þið með myndband sem að sýnir það. Þetta er undir kennsluefni, það er hérna slóð af þessari mynd. Þannig að þá ætla ég að loka á upptökuna aðeins á meðan. Hvað er átt við með að segja að mótor sé ósamfasa? Sem sagt, það þýðir að snúningshraði mótorsins er ekki samhverfur tíðni riðstraumsins sem knýr hann áfram. Sem sagt, að snúðurinn hann er alltaf að snúast hægar heldur en hverfi segulsviðið. Síðan 2. Hvert er hlutverk sátursins í riðstraumsmótorum? Og almenna svarið, stutta svarið er mynda hverfi segulsvið. Og
aðeins meiri lýsing á því að það fer straumur vöf sátursins eins og við vorum að skoða áðan og myndar hverfisegulsvið sem hleypur eftir sáturjárninu í takt við tíðnina og segulsviðið sem síðan myndast í snúðnum leitast við að elta hverfisegulsviðið í sáturinu og snúðurinn fær sömu snúðningsátt og hverfisegulsviðið. Og hlutverk sátursins er sem sagt að drífa snúðinn og þar með mótorinn áfram. Og þið sjáum að ef að við víxlum fösum að þá snýst við sem sagt snúningsátt hverfisegulsviðsins og þannig erum við að snúa við snúningsátt mótors. Það var aðra fasaröð inn á vöfu. Og hér kemur akkurat næsta spurning, hvernig er snúningsátt þriggja-fasa mótors breytt? Það er sem sagt snúningsátt þriggja-fasa mótors er svo sama og snúningsátt hverfisegulsviðsins til að breyta snúningsátt mótorsins verður því að breyta snúningsátt hverfisegulsviðsins og það er gert með því að breyta tengingum spólana í sáturinu við þriggja-fasa rafstraumsnetið sem sagt að víxla einhverjum tveim fösum inn á mótorinn. Það er stutta svarið. Hvernig er snúningsátt þriggja-fasa mótors breytt? Víxla einhverjum tveim fösum inn á mótorinn. Tökum fjórða. Hvers vegna er snúðspenna skammsins miklu lægri en mótspennan í sáturröðunum? Jú, snúðspennan er miklu lægri vegna byggingar snúðleiðaranna sem eru stuttir, eru snúðleiðararnir, eru stuttir, sverir en sáturspólurnar, þær hafa marga vindinga og þar af leiðandi miklu hærri spennu. Af hverju er spurning fjögur ekki en á? Það er vegna þess að við slepptum þessari spurningu af því að við förum ekki svona djúpt í þetta efni alltaf. Síðasti áfangi tekur meira á þessum atriðum. Þið skuli skoða hérna næstu dæmi áður við höldum áfram. Hér er dæmi 5. Reiknaðu skrikun 4 póla mótors. Við reiknum skrikun á 2 vegu. Vitið þið sem sagt skrikun sem eru bara snúningar á mínútu. Þetta er mjög einfalt. Hvað er mismunurinn á hraða hverfisegulsviðs og snúðsins? Þetta gerum við í æfingum og gerum í æfingum. Það förum við gegnum þetta smá saman. Við álagsvægina. Við erum í byrjun þá er skrikunin mjög lítil. Við erum með 4 póla mótor, sem sagt 2 pólpör. Hans sem sagt hverfisegulsviðið snýst 1500 snúninga á mínútu af því að við erum með 50x60 sem er 3000 deilt með 2 pólpörum og þá erum við 1500 snúninga á mínútu. Svo mælum við snúningshraðann í tómgang, sem sagt ekkert álag og þá er hann svona 1497 eða 1498. Þá er sem sagt skrikunin í byrjun bara 2 eða 3 snúningar á mínútu. Svo er annað. Það er hlutfallsleg skrikun og það er það sem við erum að gera hérna. Og hérna er verið að biðja hlutfallslega skrikun. Því þá deilum við aftur með hraða hverfisegulsviðsins. Deilum við aftur með hérna 15. Það er svona aðeins flóknara þannig en við fáum einhverjar tölur sem eru þá 0,0 eitthvað, mjög lága tölur. Þetta er kannski tala sem við skiljum síður heldur en bara mismunurinn á hraða hverfisegulsviðsins og snúðsins. Þannig að þá er það að við erum með 2 pólpör. Það var svona frekar stutt á milli hérna kommunar og F-sins, þannig að þetta eru 2 pólpör. Tíðnin er 50 rit. Ekki hérna hafa eininguna hérna við. Og ennið litla enn sem sagt það er hraðinn við fullt álag, 1415 snúningar á mínútu. Og þannig formúla fyrir samfasa hraðan, NS, við kallar samfasa hraði, eða hraði hverfisegulsviðsins. Það er þá 60 sinnum tíðnin, F-ið, deilt með litla p sem er pólpara fjöldi. Þá segir við 60 sinnum 50, deilt með 2, 1500 snúningar á mínútu. Skrikunin, þetta er hlutfallsleg skrikun,
það er sem sagt samfélagshraðinn mínus mældur hraði eða hraði við fullt álag 1415 og deilt með samfélagshraðanum aftur. Og þá fáum við sem sagt 0,0567 þessa hlutfallslegu skrikur. Og því að ef við erum með þessa skriku tölu, þá getum við nýtt þá tölu, þessa hlutfallslegu skrikur, í þessa formúlu hér til þess að átta okkur á hvað er tíðni snúðstraumsins í mótornum. Það er gaman að geta reiknað át svona skrýtna hluti sem við getum ekki fest hönd á, en þá er hérna næst, í 6, reiknaður tíðni snúðstraumsins í mótornum. Og þá tökum við upplýsingarnar úr síðasta dæmi, 5. Þá er sem sagt, tíðnin sem við notum 50 rið á kerfinu og sinnum S-skrikurinn sem sagt, og þá fáum við að það eru 2,83 Hz. Þetta er tíðni snúðstraumsins. Ok, síðan, hvernig breytast eftirfarandi stærðir með auknu álagi á skammhjólsmótor? Sko, byrjum fyrst á samt snúningshraðanum, þó að sé talað straumur, því að hann kannski aðeins flóknari heldur en snúningshraðan. Hvað gerist ef að þið eru á hjóli og þið hjólið upp brekku? Hvað gerist þá? Farið ekki aðeins hægar? Það kemur átak og þá farið það, þetta saman með mótorinn, hann snýst hægar. Hann minnkar með auknu álagi, sem sagt snúningshraðinn. Og hvað gerist þá? Jú, að þegar að snúningshraðinn minnkar, þá spanast upp minni mótspenna í sátrinu og þess vegna minnkar sem sagt mótstaðan, spönnuð mótspenna í sátrinu og þar leiðandi verður straumurinn inn á sátrið meiri af því að hann sér ekki eða verður ekki fyrir eins mikilli mótspennu áður. Þannig eykst sátustraumurinn með auknu álagi. Og raunaflsstuðullinn, það er kannski langbest að átta sig á því hvernig að raunaflsstuðullinn breytist með því að teikna tvær vektormyndir. Annars vegar vektormynd með litlu álagi, þá erum við með hérna P hérna sem er lítið og hér er sem sagt S-ið. Það er mikið fasvik þegar mótorinn er með lítið álag. Og Q-ið hérna. Q-ið er mjög svipað, en síðan kemur meira álag, P stækkar og þá minnkar þetta horn hérna, en raunaflsstuðullinn, hann stækkar. Ef það er ekkert fasvik, þá er raunaflsstuðullinn 1, cos-phi er þá 1. En hann nær því aldrei í mótor, það verður kannski mest svona 0,8 eða eitthvað svoleiðis í svona meðal stærra mótor. Og það sjáum við hérna, hvernig breytist, já, þetta átti að vera beinlína hérna, það er S-ið, það P-ið það eykst við álag, sjáum við hérna, en Q-ið helst mjög svipað, eða launaflið helst mjög svipað, þannig að þið sjáum að fasvikshornið það minnkar. Hérna er það kannski eitthvað 70 og eitthvað gráður, hérna er það komið niður í eitthvað 40 eitthvað gráður. Þannig að þá við það þá eykst aflsstuðullinn, cos-phi, hann eykst með auknu álagi. Síðan tíðni snúðstraumsins. Sko, ef að við myndum festa snúð mótorsins, sem sagt við festum bara ásinn alveg, eins og við getum gert með mótorinn hérna inn í tilhörssvæðinu. Hvaða tíðni er þá á snúðnum? Nei, þið þekkið spenna. Við erum með forvað
og eftirvaf. Við getum litið á mótorinn bara eins og spenni. Og forvafið á spenninum væri þá sátrið. Eftirvaf spennisins væri snúðurinn. Ef það er 50-rið á forvafinu, þá ef að snúðurinn er alveg kyrr, þá er líka 50-rið á eftirvafinu sem er snúður. Þannig að þá er, ef mótorinn er alveg kyrr, og þá í byrjun ræsingar, þá er 50-rið á tíðni straumsins. Það er alveg fastur, eins og spennir. Þannig að þá hlýtur að aukast tíðni snúðstraumsins. Það segir tíðni snúðstraums er háð tíðni á netinu og skrikum mótorsins og skrikunin eykst með auknu álagi, þannig að tíðni snúðstraumsins eykst með auknu álagi. Já. Þannig að tíðni snúðstraumsins eykst þegar álagi eykst. Ok, ef við þá komum með þetta allt saman. Já, straumurinn, hann eykst með auknu álagi, snúningshraðinn minnkar, afstöðullinn, hann eykst, hann kemst nær einum, hann getur aldrei orðið hærri en einn. Tíðni snúðstraumsins, hún eykst með auknu álagi og þá erum við komin með þetta, öll svörin á þetta. En þetta eru rosalega fræðilega spurningar sem að þið eigið mjög erfitt með að skilja. En með því að svona endurtaka þetta til þess að þegar ég sá að spá í þetta nokkrum sinnum í gegnum æfingarnar, að þá kemur smá skilningur í þetta. Já, fleiri dæmi. Eru þið búin með þetta? 8, 9, 10. Þið búin að spá í þetta? Mótor snýst 1450 snúningar á mínútu, hefur snúningshraði 49 Nm. Hve miklu afli skilar hann? Þarna erum við með vægisformúluna og leysum fyrir P út. Og þá er það vægið, m-ið, það er sinnum tvisvar pi sinnum litla n sem er snúningshraðinn, deilt með 60. Og þá upplýsingarnar í dæminu eru 49 Nm sinnum tvisvar pi sinnum snúningshraðinn við fullt álag 1450 eða málhraði eins og það er kallaður 1450. Þetta setjum við inn að sögja deilum með svo 60 og þá fáum við 7440 watt eða 7,44 kW. Hérna er mótor sem er merktur 15 kW. Það sem stendur á mótor, 15 kW. Hvort er það afl út eða afl inn? Út? Já, akkurat, það er aflið út. Frábært. Réttið þér. Og 1460, þetta er þá hraðinn við fullt álag. Hve mikið snúningsvægi hefur hann við mállestun? Og þá er það að við þurfum að breyta þessum vöttum yfir í newtonmetra. Þá tökum við þetta 15.000 vöttin og margföldum með 60 og deilum með 2 sinnum pi sinnum snúningshraðann 1460. Þá fáum við 98 newtonmetra. Það er snúningsvægið við mállestun. Það er komið sjómannamál inn í þetta. Það er svo að vera að lesta skip. Það er verið að lesta mótor. Það er spurt hver stór það bil er ræsistraumur meðalstórs skammhlaupsmótors miðað við málstraum hans. Þetta getum við séð ef við skoðum lista frá framleiðendum. Þá er þetta tala
kringum 6 til 7 sinnum málstraumur mótorsins og það kemur fram á blaðsíðu 182 þar sem að ég var að tala ræsistraums augnablikið og þar snúðurinn kyrr í því augnabliki. Hverfisegulsviðið snýst framhjá snúðleiðurunum á fullum hraða með samfasa hraða. Spanspennan og straumurinn í snúðunum ná hámarksstyrkleika, valda öflugu segulsviði sem myndast í snúðunum og það segulsvið vinnur gegn seguláhrifum sáthaussins og þess vegna lækkar mótspenna sáthaussins og straumurinn frá neti verður þess vegna 6 til 7-faldur málstraumur mótorsins í ræsingu. Þetta stendur hérna á blaðsíðu 182. Í 11. Hvenær heppilegt að nota stjörnuþrífningsræsingu? Sko, þegar að mótor lítið lestaður, þess að lítið álag á mótor og auðvitað þegar að spennumerkingin passar á mótornum, þá hægt að stjörnuþrífningsræsan og með stjörnuþrífningsræsingu þá ræsistraumurinn hann lækkaður niður í 1/3 af þeim straum sem þyrfti við beina ræsingu í þrífningstengingu sem við kölluð D-tenging. Af hverju D? D stendur fyrir delta og delta þrífningur. Til þess að skrifa þrífningstenginguna þá D ágætis stytting á því af því það táknar delta-tengingu sem þríhyrningstenging. Lækkun á ræsistraumi með þessum hætti getur til þess verið heppileg þegar við ræsingu stórra mótora. Þarna þarf náttúrulega að vera í lagi með spennumerkinguna á mótornum. Það þýðir það að lægri spennumerking á mótornum þarf að vera sama spenna og á kerfinu. Sem sagt kerfisspennan og lægri spennumerking mótorsins verður að vera á sama tala. Nefndu dæmi þegar að stjörnuþrífningsræsing gengur ekki og það ef það of mikið álag á mótornum í ræsingu. Það stutta svarið. Og ef að spennumerking á mótornum passar ekki við kerfisspennuna. Þetta sem sagt, þessi tvö atriði stutta svarið. Ef álagið of mikið, meira en 50% á mótorinn og ef að spennumerking mótorsins of lág, þá gengur ekki að stjörnuþrífningsræsa eða nota það aðferð. Hvað gætum við notað í staðinn? Ef það erfitt að ræsa mótorinn. Við tökum það í síðasta hlutanum. Það tæki sem heitir mjúk ræsir á ensku soft start. Skoðum það seinna. En hérna svona verið að reyna að útskýra þetta. Það sem ræsivægið fellur líka eins og með strauminn. Munið eftir að straumurinn fellur niður í 1/3 af straumtöku í stjörnu miðað við þríhyrningstengingu eða beinatengingu eða beinaræsingu. Af því að straumurinn fellur niður í 1/3 þá fellur líka ræsivægið niður í 1/3 og miðað við þá beinaræsingu. Og stjörnuþrífningsræsing þá ónothæf nema að mótorinn sé lítið lestaður eða ekkert lestaður í ræsingunni. Ef að mótorinn meir en
50% lestaður, þá er ekki hægt að stjörnuþríhyrningsræsa hann. Þá verður að beinræsa hann eða nota mjúkræsi. Þá er nefnilega hægt að stilla betur hversu mikinn ræsistraum hann má taka í mjúkræsinu. Það gerum við seinna. Og síðan þetta líka að ef að lægri spennumerking mótorsins er ekki sama á kerfisspenna netsins sem hann tengist, þá er ekki hægt að nota stjörnuþríhyrningsræsingu. Og hérna tekið dæmi 230/400 volt sem eru merkt á mótorinn og við ætlum að nota hann með 400 volta net. Þá er svo að lægri spennumerkingin 230 volt, hún er ekki 400 volt, þess vegna myndi hann brenna í þríhyrningstengingunni ef við myndum setja 400 volt á vörun sem er þola aðeins 230 volt. Þannig myndi mótorinn eyðileggjast. Ef við myndum reyna að tengja svona merktan mótor við 400 volta kerfi. En ef við erum með þess að þriggja-fasa 400 volta kerfi, þá verður mótorinn að vera merktur 400/690 volt. Og svo gamla spennumerkingin 380/660 volt. Þetta gengur líka. Ok, síðan í 13 hérna. Nefndu 2 dæmi, hraðastýringu sjónvarpsmótora. Já, hérna ég held að við tökum bara eitt atriði, við skulum fara betur í þetta seinna reyndar, en við tökum bara lið 2 vegna þess að hitt er ekki lengur notað. Við erum með hraðastýringar og þá er það þannig að við erum að afreiða þriggja-fasa riðspennu og búa til jafnspennu, plús og mínus. Og við notum þessa jafnspennu og inn á svokallaða brú með 6 transistorum. Og við stjórnum þessum 6 transistorum með aðferð sem er kölluð P2M sem er Pulse Width Modulation. Og þetta er kallað ýmsum nöfnum, en við getum stjórnað þá hraðanum alveg frá 0 og upp í jafnvel 2-faldan hraða mótorsins eða meira. Og stuttasvarið er að hraðastýring með PWM, Pulse Width Modulation, er notuð í dag. Hraðastýring með PWM er notuð í dag. Það var spurt nefndu 2 dæmi hraðastýringu. En við nefnum í rauninni bara 1 dæmi núna vegna þess að hin aðferðin er ekki lengur notuð. Það er bara notuð þessi aðferð Pulse Width Modulation. Og hérna sjáum við að myndina af þessum 6 transistorum sem við notum til að endurbyggja eða búa til aftur þriggja-fasa spennu með annarri tíðni. Og þetta er svo ákveðinu, það er púlsar og þetta er gert með mjög hárri tíðni. Þess vegna þarf að helst að vera skermaður kapallinn milli mótors og hraðastýringarinnar. Og svo er oft að reynda að hafa líka síubúnað sem að gleypir í sig hátíðina sem að myndast óhjákvæmilega í hraðastýringunni. Hérna eru við með 6 díóður með vinstra megin til að tengja inn á þriggja-fasa netið og þessar 6 díóður breyta þriggja-fasa riðspennu í jafnspennu, sem það sjáum við, plús og mínus. Og hérna eru þéttabankar á milli, merkt hérna C þéttar, og svo erum við með spólu hérna, aðalega til þess að hægja á svona snöggum straumbreytingum og líka spóla
í þannig tengingu en líka notuð til þess að hátíðnin, það er að spóla er mikið viðnám fyrir hárri tíðni. Þess vegna er spóla raftengt svona við inn í þessari jafnströms lykkju hérna, þessu jafnströmskerfi, að þá er spólan, hún er raftengt hérna til þess að hindra það að hátíðnin komist hérna tilbaka út á netið. Og síðan væri líka notaði þéttir hérna jafnvel fyrir framan til að taka þá tíðnir, háu tíðnir og skamhleypa þær, því að það er orðið lítið afl í þeim í rauninni. Ok, þannig að þetta er það sem er inn í hraðastýringunni og aðferðin sem sagt P2M er það sem að skiptir öllu máli hérna. Og við sjáum hérna neðst á myndinni hvernig svona púlsar getur svona litið út, en svo er ég með auðvitað sveiflusjár myndir af þessum púlsum. En við förum meira í þetta í síðasta hlutanum. Þegar við erum búið með próf 2, þá förum við í æfingu með hraðastýringu, þá tökum við þetta fyrir aftur. Ok. Hérna er hins vegar mjúkræsir og það förum við líka í síðasta hlutanum. Þar erum við að klippa á riðbylgjuna. En það sem við gerum þá næst, það er hérna að vika 7, það var komið hérna hjá mér held ég. Já, hérna voru spurningar, vika 7. Svo sjá hvort við náum að fara í gegnum það, því það er ekki svo mörg dæmi þannig. Og þá ætla ég að reyna að stakka þetta upp. Hér er 14. spurning. 3-fasa skammhljómsmótor er merktur 220/380 volt. Þetta er gömul spennumerking, en hún er ennþá, það er svona mótorir ennþá í gangi í skipum, eða jafnvel í landi líka. Og raunafstöðullinn, Cosby, er 0,81. Hve mikið afl tekur mótorinn, skammhljómsmótorinn, frá 380 volt að netti ef reiknað er með nýtninni 80%. Og þá notum við nýtniformúluna. Hvernig er nýtniformúlan? Nýtnin er saman sem P út deilt með P inn. Og ef okkur vantar aflið inn, hvað gerum við þá? Skiptum á þessum hérna stærðum. Þannig að þá breytum við þessu yfir í P inn saman sem P út deilt með nýtni tölunni. Ekki prósentinu, ekki nýtni prósentinu, heldur nýtni hlutfallinu. Og það er 0,8. Og þessar upplýsingar hérna, Cosby, er bara auka upplýsingar sem að þið þurfið ekkert að nota til þess að reikna þetta út, skiljið. Þannig að þið getur fengið alls konar upplýsingar um mótorinn, en þið þurfið að vita hvaða upplýsingar þið þurfið að nota til að reikna út dæmi. Ok? Eruð þið komið með þetta? 3-fasa skammhljómsmótor merktur 7,5 kW, spennan 220/380 volt og straumtakan við þríhyrningstengingu 220 voltinn er 27 ampere. Skástrik, straumtaka við stjörnutengingu er miklu lægri straumur, 15,6 ampere við 380 volt. Sjáðu hvernig þetta er merkt. 220, lægri spennan, það er með þríhyrningstenginguna,
D-delta, það er 27 ampere, skástrík 380 volt, hærri spenna, lægri straumur, skástrík 15,6 ampere. Raunafstöðullinn er 0,85. Hvernig á að tengja mótorinn við 220 volta riðstraumsnet? Jú, það var þríhyrningstengjan. Svo er spurt hve mikið afl tekur hann við mállestun, sem sagt þegar aflið út er komið upp í 7,5 kW. Þetta er P út, allt sem er alltaf gefið á mótornum. Hve mikið afl tekur hann? Það er P in sem við erum að spyrja um. Ok, og þá höfum við þessar upplýsingar. Við höfum spennuna, strauminn, raunafstöðulinn. Við höfum ekki nýtnina, þess vegna getum við ekki notað hana. Þetta er þriggja-fasa skjálftamotor, þess vegna notum við rótina 3. Við megum ekki gleyma því. Ekki gleyma rótina 3. Þriggja-fasa formúla fyrir raunafl, aflið inn. Þá er það rótina 3 sinnum spennan U 220 volt sinnum straumurinn við þá spennu, þið þurfum að skoða það, þetta er 27 volt þegar við erum með 220 volt. Og svo sinnum cos-phi raunastöðullinn 0,85. Og þá fáum við 8745 eða 8,7 kW. Hann er 7,5 aflið út, en við þurfum að setja inn á hann 8,7 kW. Og þá gerum við það, við reiknum nýtnina, það er aflið út deilt með aflið inn. Þá erum við komin með þessar tvær tölur. Aflið út var 7,5 kW og við setjum þetta þá í sömu, við verðum að vera með kilowött á báðum stöðum eða vött eins og þetta hérna. 7500 deilt með 8745 og nýtnin er þá 0,8576 eða einhvern tímann væri hægt að segja, ok, þetta er 85,76% nýtni. Ok, þið eru góðin með þetta, sennilega. Þá er það 19,6, er það ekki síðasta dæmið í þessu? Jú, flott. Þá klárum við það og þá erum við búin í dag. Sem sagt, 16, já. Þriggja-fasa skjálftamotor, hann er tengdur 380 volta neti, hann tekur þá 11,7 ampere. Afstöðullinn er 0,78 og nýtnin er 84%. Hve miklu afli skilar hann? Þá getum við sagt, ok, það er P út, það er sem sagt P in sinnum nýtnin og þá sem sagt P in, það er rótina 3 sinnum U, sinnum I, sinnum cos-phi og svo sinnum nýtnitalan. Þannig að við höfum upplýsingar spennuna og strauminn og þá margóttum við sinnum rótina 3 og raunafstöðullinn er 0,78 og svo sinnum 0,84, af því við erum með 84%, þá munum við að deila með 100 til þess að setja inn í þessa formúlu hérna, sinnum 0,84 og þá fáum við að aflið sem hann skilar er 5 kW eða 5045 watt. Svo er spurt hve mikið afl tapast í mótornum. Það er mismunurinn á aflinu inn og aflinu út og já. Þá þurfti ég að reikna sem sagt aflið inn og þá er það bara með því að margfalda saman
rótina 3 sinnum 380 sinnum 11,7 sinnum 0,78. Þá fáum við 6006 watt. Svo drögum við aflið út frá og þá fáum við 961 watt sem að tapast í mótornum.